Takk fyrir þetta, Sigga frænka. Áður en við förum í kaffi, þá ætlar doktor Sigrún Sigurðardóttir, lektor við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, að tala áfallamiðuða þjónustu. Gefið Sigrúnu gott klapp. Já, klukkan 10:25 og það komið kaffi, samkvæmt dagskrá. Við Sigurþóra fengum útluta tíma saman, hún ætlaði að tala í 8 mínútur og ég rest, en hún búin að tala allan tíman. En ég ætla bara að stytta. Hún talar meira heldur hún allar sér, en það bara flott, frábært erindi Sigurþóra, hún svona farin, en ég bara ótrúlega, mér langar að segja bara eins og Ásmundur sagði í morgun, mér langar bara til að sleppa þessum glærum og vera bara persónulega nótunum, það oft bara skemmtilegra, en ég ótrúlega þakklátt fyrir að hafa verið boðið í þetta ferðalag sem að Sigurþóra lagði af stað í. Ástæðan fyrir að ég hef mikið áhuga sem trauma-informed care í Berginu að þannig kynnumst við Sigurþóra, við tengjumst þannig. Þannig við vorum með ráðstefnu í Háskólanum á Akureyri fyrir 2 ára síðan sem var kynferðisofbeldi gegn drengjum og ég hafði þá lesið viðtal við Sigurþóru og ég hafði samband við hana og baði hana að koma að vera með erindi hjá okkur á ráðstefnunni og segja frá sinni reynslu og það var svona fyrst skipt sem ég hitt hana og heyrði í henni og ég var mjög, og hún var, það voru margir fyrir miklum áhrifum að hlusta á þetta erindi og áttuðum okkur á því hvað vantaði mikið þjónustu fyrir ungt fólk og það var svona framhald af því sem við förum að vinna saman og ég sem stödd á Kastrup að fara að fljúga heim 16. ágúst þegar ég fæði símtal frá henni eftir hún kom á tannlæknastólnum held ég og hún sagðist bara að vera með hugmynd og hún þyrfti endilega að ræða við mig að hún bara að stofna samtök bara hefði verið komin frá tannlækni og hún hefði fengið bara þessa hugmynd að stofna samtök og ég satt á Kastrup og var með 1 bjór og hugsaði bara já frábær hugmynd og sagðist bara að hugsa máli í loftinu og ég náttúrulega bara lent og hafði samband við hann aftur og mest það svo að ég ákvað bara að stökkva um borð í þetta ferðalag voru ótrúlega skemmtilegt og ég bara ótrúlega þakklátt fyrir þig Sigurþóra og fyrir að bjóða mig með og treysta mig fyrir að koma í þetta verkefni. Eitt af það skemmtilega sem ég geri þessa dagana. Ég líka starfsmaður Háskólans á Akureyri og ég verð nú að þakka fyrir það að vera akademískur starfsmaður. Þannig ég geta leyft mér að vera nota minn tíma í þetta verkefni og vantilega ekki, mér var allan ekki sagt upp en ég voni ég muni skila Háskólanum á Akureyri tilbaka þessari vinnu með rannsóknarvinnu og rannsóknarskyldinu minni. En mér langar bara að spyrja, eru margir sem kannast við þetta trauma-informed care? Eru margir sem þekkja þetta hugtak og vinna eftir því í dag? Já, þetta nefnilega ekki, ok, flott, gott að vita það, þá ég að fara að segja eitthvað nýtt. Já, við tengjumst í gegnum þetta. Það sem gerist oft þegar við erum með svona nýtt hugtak, nú erum við með þetta trauma-informed care, við erum að reyna að finna þýðingu á þetta, hvað eigum við að nota og það nokkur orð sem notuð erlendis, það trauma-informed care, trauma-informed service og þetta svona það sem við erum að reyna að finna orði yfir en við hefum verið að nota áfallamiðuða þjónustu en við kannski líka áfallamiðuða nálgun en þetta svona eins og þegar mindfulness kom til landsins að þá voru nokkur orði í gangi við erum alltaf að finna rétta orði sem passa við þetta þannig við erum að finna hvort við notum áfallamiðuða þjónustu, nálgun eða umönnun en þetta áfallamiðuða þjónusta reyni áslutu upp að sig til það var þannig þegar að við höfum allir heyrt AIDS-rannsóknina, nú allir að tala AIDS-rannsóknir og áföllin, en það byrjar með Vincent Felixson, hann læknir í Bandaríkjunum og hann semst læknir á meðferðarstöð, endurhæfingarstöð fyrir fólk í ofþyngd og var að vinna með það að reyna að fá fólk til að létta sig af heilsufarsástæðum og hann lenti í því að það var alltaf 50% einstaklingar sem hættu í verkefninu eða prógraminu og hann ákvað að taka viðtal, og hann var svo áhugavert, hann fór að taka viðtal við fólk sem hafi verið svona dropout í prógraminu og þegar hann sá það, þá komst hann að því að stór hluti þeirra einstaklingar sem voru í mikill ofþyngd voru með mikla áfallasögu. Og þannig að ofþyngdin var rauninni afleiðing af því að vera fyrir áfalli að því að fólk notar mat til þess að deyfa tilfinningar sínar. Þannig að hann fór að stað með þessara AIDS-rannsókn á sínum tíma, þessara AIDS-stöti sem að ryðja sig til rúms allan heim og þetta svolítið bara orðið það sem við erum að fara að vinna eftir í dag. En það sem kemur, þetta 95-97 sem hann að gera þessar rannsóknir og það sýnt að það spurt og við munum nota þennan lista. Við ætlum að leggja fyrir AIDS-listan fyrir öll ungmenn sem komin í bergið. Og það spurt 10 þætti sem ef einhvers konar áföll í æsku.
áfullur 18 ára aldur. Og það þessi tíð, sendur glærarnar út eða? Þannig það ekki eða miklu tími í þetta? Já, ok. Já, við setjum bara síðan. Þannig að þið séð, það eru 10, af því ég hef svo lítið tíma, það eru 10 hérna þættir sem við spyrjum og það sýnir sig að hérna, rannsóknir í Bandaríkjunum sýnir það að 60% unglinga eru með eitt eistig, sem eitt áfall. Og 25% unglinga eru með 3 áföll, 300 áföllum. Og 16% unglinga með 4 eða fleiri. Það sýnir sig líka að það rannsóknir hafa líka sýnt að 1 af hverjum 4 konum verður fyrir kynferðislega ofbeldi fyrir 18 ára aldur og 1 af hverjum 6 drengjum verður fyrir kynferðislega ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Og við spyrjum okkur hvar allir þessi strákar. Og það sem kannski tengir okkur Sigurþóru að hennar drengur varð fyrir kynferðislega ofbeldi, þau fundu ekki leið í kerfinu til þess að vinna með þá reynslu að því hann passaði hvergi inn í og hann tók líf sitt. Og það svona kannski það sem þessi nálgun, við þurfum að horfa á rót vandans, við þurfum geta alltaf hort á hver eru afleiðingarnar, við þurfum að af hverju líður eins og líður, hvert vandamáli, hvers vegna ertu á þessum stað sem ert í dag, hvað gerðist. Þannig það mjög mikilvægt fókus í okkur og það sem niðurstöður rannsókna það að því fleiri áföll sem einstaklingur verður fyrir 18 ára aldur, því fleiri heilsufarsvandamál eða heilbrigðisvandamál eru á fullorðinsárum. Og það sem eru niðurstöður með rannsóknar eru áfengis- og fíkniefnavandamál. Það byrja snemma kynlíf, óværi kynlíf, verða ófrísk, sjálfsvígshugsanir og þetta rauninni akkurat vandamálin sem eru búið að koma fram hérna í morgun það sem þau hafa talað vandamál unga fólki sem leitar í Headspace oft með þessi vandamál og þessi vandamál geta verið afleiðingar á áföllum. Ég ekki að segja sig alltaf en það getur verið. Þannig að við ætlum að vinna með það. Og þá komum við inn á þessi glæri fyrir Ebbu, hvað á heima hvar og hvað í hverju kerfi. Við erum að vinna með þessum skera vandamál og fíkn og afbrot, sjálfsvígshugsanir, vandamál, námsörðuleika og líkamleg einkenni. Og þetta oft það sem eru afleiðingar, geta verið afleiðingar af einhvers konar áföllum og við erum að tala hvað á heima hvar. Af hverju erum við alltaf að setja flokka vandamálin inn í einhver kerfi. Og við viljum í Berginu að kerfin tali saman. Við erum að vinna með skólakerfið, dómskerfið, heilbrigðiskerfið og félagsmála batterið. Ég með lýsingar, ég var með þetta á ensku, mér langar bara að enda þetta á það sem að segja allt í þessu þetta myndband You know the old saying, don't judge a book by its cover? Well, the same is true when you assess a patient. Hi. I'm Dr. Cruz. Early in my career, I noticed a pattern with some of my patients. They often had multiple health issues, were uneasy during office visits, and frequently visited the emergency department. But worst of all, they never got better despite multiple visits. Then I realized something. From an early age, many of my patients were exposed to trauma and adverse childhood experiences, or ACEs. This includes emotional, sexual, or physical abuse, violence, neglect, discrimination, poverty, and other adverse events. ACEs are more common in the US than you'd think. In fact, 60% of US adults have one ACE, 25% have 3 or more ACEs, and 16% have 4 or more. ACEs occur in all socioeconomic groups, but are more common in low-income and minority populations. For young children, repeated exposure to trauma can impact brain development and literally rewire the brain's response to stress. So as they grow up, many struggle with issues related to emotional regulation, like depression, anxiety, or substance use disorders. Trauma survivors are also more often at risk for chronic diseases, behavioral health problems, and even suicide. Knowing all this, I began to rethink my approach to care. Instead of asking patients, "What's wrong with you?" I ask, "What happened to you?" Recognizing that life experiences are often a root cause of poor health is integral to improving patient care. Trauma-informed care has helped me take these experiences into account, providing greater insight into my patients' needs and how to address them. Here are 5 key ways that healthcare organizations can gradually integrate trauma-informed care into their practices to help patients and staff. First, build awareness and generate buy-in.
Involve both staff and patients in adopting a trauma-informed approach. Second, invest in a trauma-informed workforce. Hire staff that embrace trauma-informed care and provide training not only for clinical staff, but also for non-clinical employees like front desk workers or security guards, who are often the face of your organization. Next, create an environment that is safe and welcoming for patients and staff. Engage patients in meaningful ways. Ask how they feel and listen. You can also build trust by involving them in their own treatment planning. Finally, identify and treat trauma. Consider a screening approach that works for your patients and ensure that treatments and referral sources are available. These changes take time, but each step improves our ability to connect with and care for patients. Today, our patients appreciate the changes we've made, plus our staff is more in tune with patients, so work is less stressful and more rewarding. Trauma-informed care. It can truly transform the caregiving experience from being treaters to being healers. Já, þannig að sko, þó svo að það kannski stundir sem að fólki finnst að áfallamiðuð þjónusta sé ykkur þjónusta sem við ætlum bara að fara að spyrja áföll og sökka okkur inn í það, en það er alls ekki þannig. Þetta byggist á þessum þáttum að við ætlum að fræða starfsfólki okkar áföll og afleiðingar og hvernig við getum unnið með einstaklingum með tryggjum öryggi, þannig að við erum ekki að koma í veg fyrir þessa re-traumatization eða með þjónustu okkar að vera að vekja upp áföll af því við mætum þeim ekki þeim forsendum. Við lítum bara á fólk að verðum öll fyrir áföllum. Það er eðlilegt að vera fyrir áfalli og þú þarft ekki að vera eitthvað öðruvísi þó að þú sért með áfallasögu. Þú kemur inn til okkar og við komum fram við þig á þeim forsendum að mögulega og mjög líklega hefur einhvers konar áfallasögu. Bara takk fyrir að vera hérna með okkur í dag.